Þá það seinasti parturinn sem við vorum að vinna með í þessu námskeið sem JavaScript og forritun í JavaScript, bæði bara sem JavaScript sem forritunarmál og síðan JavaScript og vafrinn og síðan hvernig við notum þessa ósamstilltu forritun til þess að bæði bregðast við viðbörðum í brásurnum sem að notandinn eða brásurinn gefur upp og þegar við erum að sækja gögn á milli. Við erum að sækja eitthvað frá einhverjum öðrum vefþjónum sem tekur okkur nákvæmlega tíma og nýta okkur það til þess að birta og gera eitthvað geggjað. En JavaScript túlkað skriftumál byggt á prótótípum með dýnamískar veikar típur, fyrsta flokks föll og stuðning við hlutbundna, gildinga og fallaforritun. Þetta ætti allt saman að vera skýrt hjá ykkur núna og þið ættu að vita í raun eða eru næstu því vita nákvæmlega hvað þetta allt saman þýðir. En munurinn á Java og JavaScript eða á munurinn á hamster og ham en helsti munurinn þessi að Java þýtt forritunarmál og JavaScript túlkað forritunarmál. Sem þýðir það í hvert einasta skipti sem við keyrum JavaScript í raun litið yfir kóðan og athuga hvað kemur fyrir þar og það túlkað jafn óðum í staðan fyrir að eitthvað sé þýtt yfir í eitthvað ákveðið millibil sem síðan keyrt eins og í Java. Síðan hinn munurinn sá að JavaScript hefur breytur sem eru dýnamískar sem þýðir að þær geta breytt gildi og það eru gildin sem hafa típu en ekki breyturnar sjálfur eins og í Java. En típur í JavaScript hafa gildi, gildi hafa típu en ekki breyturnar og þær hafa sérlega einhver af þessum 6 típum: number, string, boolean, undefined function eða object. Number eina típan fyrir tölur sem þýðir að við notum eina típu til þess að birta bæði heiltölur og rauntölur og þegar við erum að birta rauntölur þá eru það að nota IEEE útgáfan af rauntölum sem að þýðir að við höfum í raun ekki mikla nákvæmni eða við höfum nákvæmni en útreikningar á rauntölum geta verið skrýtnir eins og til dæmis 0,1 plus 0,2 eru 0,3004. Við getum unnið með alla þá helstu virkja sem við þekkjum og kunnum með tölum og á einhverjum tilfellum með aðrar típur eins og til dæmis samlagningar operatorinn, hvernig hann framkvæmir bæði samlagningu á tölum og concatenation eða samtvinningu á strengjum. En þessir operatorar eða virkjar eru einstæðir, tvístæðir eða þrístæðir og forgangur reiknaða gerða vel skilgreindur en þegar við erum í óvissum hand þá getum við notað sviga til þess að skilgreina nákvæmlega hvað við erum að meina. Þegar við framkvæmum samlagningu eða frádrátt eða eitthvað í JavaScript þar sem að annað gildið ekki tala eða eitthvað annað kemur upp á þar sem við erum að gera eitthvað sem að endar í því að við fáum eitthvað tilbaka sem gæti verið tala en það ekki, þá fáum við tilbaka non gildið sem not a number og það þá í raun gildi sem ekki jafngilt neinu, ekki einu sinni sjálfu sér og stendur fyrir því að það sé í raun ekki tala það sem að hefði mátt búast við tölu. Strengir, það eru 3 leiðir til þess að skilgreina strengi í JavaScript. Það með þessar úrfellingakomu, gæsulöppum og svo backtick. Þær hafa allar mismunandi leiðir, mismunandi kosti. Það ekkert svakalega mikill munur á úrfellingakomu eða single quote og double quote. Bara í raun hvernig við escapeum sérstaklega stafi innan þeirra. En backtick strengirnir getum við, það template literal strengir, þar sem við getum í raun sett inn breytur á einfaldari og svona þægilegri máta. Við höfum síðan einstæða virkja sem eru virka á 1 gildi, tvístæðir á 2 og svo þrístæðir á 3. Við höfum síðan virkja sem ekki bara nota ekki bara tölur eins og mínusvirkin sem getur verið einstæður og tvístæður
hérna, heldur líka lykilorð eins og type of sem einstæður virki sem gefur okkur í raun hvaða típu ákveði gildi er. Þannig að við getum spurt type of einhver breyta eða einhver streng eða eitthvað og við fáum tilbaka streng, number, undefined function, object eða boolean. Síðan höfum við svona ákveðin hjálparföll sem eru innbyggð í JavaScript og þau eru svona alls konar og svolítið svona samansafn af smá svona skrýtnum hlutum en er í raun bara út frá því hvernig JavaScript hefur þróast sem fordrunamáli gegnum árin. Þar höfum við náttúrulega parseInt til þess að ná heiltölu eða ná heiltölu úr streng og þar getum við fengið annarkvort heiltöluna eða nan. Við höfum líka notað parsefloat, við höfum síðan skoðað og notað undefined og það er í raun gildi á breytum eða stökum í hlutum sem ekki hafa verið skilgreindir. Við erum með null sem er þá í raun þetta vísvitandi fjarvera gildis, þar að segja að við getum sagt að skilgreint eitthvað sem null af því að það er í raun var gildi og er hugsanlega ekki gildi lengur eða eitthvað svoleiðis. Við getum síðan lendið að fá þessar null reference villur þegar við reynum að kalla í einhverjar aðferðir á breytum sem við höldum að innihaldi hlut en gerir það ekki. Síðan höfum við samanburð í JavaScript. Hann er líka svolítið sérstakur. Við erum með minni en stærri en og svo framvegis. Síðan höfum við við höfum svo 2 og 2 virkja fyrir jöfnuð og ójöfnuð. Uppröpunarmerki jafnt og, uppröpunarmerki jafnt og 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 það er munurinn þarna á er mikilvægur af því að samanburður sem að nota er þessi 2 samlegningamerki eða uppröpunarmerki samlegningamerki byrjar á því að kasta báðum gildum með þessum type coercion reglum sem eru í JavaScript sem að gera það verkum að við getum í raun fengið ruglingslegar og stundum vitlausa niðurstöður. Ef við hins vegar notum samanburð sem nota 3 samansammerki eða 2 samansammerki í neitun, þá er í raun byrjað á því að bera saman típurnar á gildunum og ef að þær passa ekki þá er niðurstaðan jákvæð eða neikvæð eftir því. Síðan er í raun gildin sjálf borin saman. Og þetta er svo samanburður sem við viljum í lang flestum tilfellum nota. Og ef við erum ekki að nota þá ættum við að hafa einhverja góða ástæðu fyrir því. Síðan út frá þessu og þessu type coercion þá höfum við þessi svona næstu því boolean gildi í JavaScript sem er þá truthy og falsy en það er í raun leið til þess að geta kastað gildum sem eru eins og null eða tómastrengurinn 0 yfir í eitthvað sem er ígildi false eða ígildi true og þá kallum við truthy og falsy. Síðan þegar við byggjum upp fordrun okkur í JavaScript þá þau byggð upp á sægðum og skipunum og þau enda yfirleitt á semikomu en þau þurfa þess ekki og semikoman er statement terminator en ef við sleppum því að setja semikomu þá í raun setur automatic semicolon insertion algoritmin í JavaScript staðlinum hann inn fyrir okkur og það getur bitið okkur og það er yfirleitt ég persónulega segja við ættum alltaf að setja semikomu aðrir segja þess þarf ekki en það er bara að vita hvað og af hverju það er gert og vera meðvituð það. Breytur í JavaScript eru skilgreindar með 3 lykilorðum let, const og var. Let og const er það sem við ættum að vera að nota í forritunum okkar en var er eldri leið sem hefur sína ókosti en eins og við sögum áðan og þið hafið séð þá eru breyturnar dýnamískar þannig að þær geta skipt gildi á þess að það sé nokkuð að því nema const, ef við skilgreinum breytum með const þá leifir hún ekki endurskilgreiningu á grunntýpunu sem skilgreind í sér. Allt JavaScript sem við keyrir innan ákveðis umhverfis. Ef við erum að keyra í Vavra þá hefur við Windows sem umhverfið sem leyfir okkur bæði að nálgast DOM-ið sem er HTML-tréð okkar
En í Node.js þar sem við höfum ekkert HTML, þar það bundið við process sem leyfir okkur til dæmis að eiga við skráarkerfið. Síðan höfum við alls konar fleiri þessum hjálparhlutum eins og hjálparföllum eins og hjálparhluti eins og date og math. Og date hluturinn, hann afskaplega áhugaverður í JavaScript, ekkert mjög nothæfur, en leyfir okkur að í raun vinna með dagsetningar og tíma, en hefur svona skemmtilega hluti svo mánuðir byrja á 0 í staðan fyrir 1. Við höfum síðan þessar almennu og algengu flæðistýringar og lykkjur, for, while, do, while, if, else, og getum notað þau til að stýra flæði forritina og framkvæma ítranir í þeim. Föll eru síðan stór partur af því að forrita í JavaScript og eru í raun afskaplega skemmtilegar því að föll eru eins og önnur gildi, eru gildi, sem gerir það mjög skemmtilegar þar sem við getum í raun sent föll á milli. En föll eru blokkir af kóða sem geta haft nafn, við getum líka haft ónefnd föll eða anonymous föll og notum þetta til að skipuleggja kóðan og draga úr endurtekningu, þetta sem svona forritunar hugtakið. Þau eru hugsanlega með skilagildi, ef þau eru ekki með skilagildi þá skilja þau all undefined og þau eru hlutir gildi og geta því verið gildi breyta. En breytur eru síðan skilgreindar í ákveðnu skópi og það getur verið lexical scope sem þá skópið innan fallsins sjálfs, það getur verið global scope eða eru skilgreindu utan falls, síðan getur þau verið, eru let og const block scoped sem eru þá í raun, sem þýðir að það eru, ef þau eru skilgreind innan curly bracketa, þá eru þau eru þau bara aðgengileg þar. Síðan höfum við arrow functions sem leið til að skilgreina föll á styttri vegu en að skrifa function og þetta, en þau hafa líka aðra virkni að við getum í raun skilgreint án færibreyta ef við höfum bara án svega ef við höfum bara eina færibreytu og við þurfum ekki að nota return ef við erum bara með eitt statement, þá því statementi skilað og síðan hafa þau líka í raun aðra merkingu þegar kemur að this. En nafnlaus föll eru föll sem við getum bundið við breytur án þess að gefa þeim nöfn og við getum sendt þau inn í föll og þá eru þau bara gildi sem við getum sendt á milli og við getum skilað þeim úr föllum og þetta leyfir okkur síðan að nota þessa fallaforritun. En færibreytur í föllum eða parametrar geta tekið inn hvaða gildi sem þannig að alveg eins og breytur þá eru parametrarnir ekki með týpur. Þegar við sendum primitive gildi, string number, boolean og undefined þá eru tekin afrit af þeim og gildið sendt áfram. En ef við notum objecta, sem þá líka object eða fylki, þá eru þeir pass by reference, því það sendt áfram vísun í það, þannig að breyting í innanfalls mun gera breyta hlutnum utan þess líka. Innri föll eru föll sem við skilgreinum innan falls, hvort sem það nefnt eða ónefnt fall og þau eru í skóp fyrir ytra fallið og hafa aðgang að þessu skópi sem skilgreind í ytra fallinu. Þetta leyfir okkur síðan að búa til lokalir eða closures yfir skóp sem leyfir okkur þá að hafa föll sem geta vísað í gildi þó svo að það sé langt síðan það gildi var til eða að við getum í raun búið til þessar lokanir og getum nýtt það til dæmis þegar við erum að nota þegar við erum að bregðast við atburðum eða þegar við erum að taka við gögnum sem eru verið að senda yfir networkið gegnum HTTP. Þegar við vinnum síðan með gögn í JavaScript þá notum við yfirleitt tvær gagnatýpur til þess. Það array, það í raun raðaður listi sem við búum til með þessum brackets. Við getum síðan nálgast gildin með annarkvort bracket notation eða með dot notation, en þetta byggir á því að öll JavaScript gildi hafa einhver ákveðin property sem þá í raun leiðir til þess að athuga einhverja hluti. Strengur hefur propertyið length, math hluturinn hefur propertyið min sem fall, þá kallum við það method,
og þetta á við allt nema null og undefined sem að hafa aldrei nein eigindi. Og það þá að nálgast þau með annarkvort þessu dot notation eða síðan bracket notation sem þá yfirleitt notað fyrir array. Object hafa svona tvíþætt þetta virkni í JavaScript. Við bæði notuðu til að geyma bara einhver gildi saman og þá skilgreinum við yfirleitt bara með þessum curly brackets og svo heiti gildispar eða name value par innan þess og við getum sett bæði án þess að hafa streng utan þetta eða ef þetta óleyfilegt breytunafn eða breytunafn sem notar frátekin orð þá getum við haft þetta sem streng og síðan eitthvað gildi og þannig getum við sett í raun mörg eigindi saman, þau eiga síðan skipt með kommum, senast eigindi má hafa kommu og það sama gildir ef við byggjum eigindi sem ekki til og ef við byggjum breytur sem ekki til þá hafa þau gildið undefined og þetta í raun mjög ólíkt í hvernig við notum object í Java. Síðan þegar við erum að bera saman hluti þá í raun getum við ekki borið það saman með því að nota samanburðarvirkjana af því að þau munu aðeins segja að hlutur sé sá sami ef það sé nákvæmlega sami hlutur í minni. En það út af því að í raun að samanburður í JavaScript svona shallow comparison, í raun athuga bara hvort að þessar native típur, number, string, boolean, undefined séu í raun sama gildið. Ef það síðan object, sem þá array eða object, þá í raun athuga hvort það bendi á sama stað í minni. Þetta passar sér við pass by value eða pass by reference. Þannig þegar við erum að bera saman þessa objecta, þá verðum við að passa okkur á því að það ekki gert nema við actually förum og berum saman hvert eitt og einasta eigindi í hlutnum og í raun þá ef eigindið síðan annar hlutur, þá þurfum við í raun að fara reykja okkur eftir öllum hlutnum alveg niður. Síðan ákveðin virkni í JavaScript eins og rest parametrar, það sem við getum í raun skilgreint þannig að fallið okkar taki inn fleiri eða taki inn í raun óendanlegt teorist óendanlegt magna af parametrum. Sama með spread operatorun sem að nota líka þetta punktur sem að dreifir úr breytu og við getum dreift úr string og array. Síðan getum við notað destructuring sem þá niðurbrot á fylkjum og hlutum í breytur sem getur sparað okkur að slá inn kóðan okkar. Svo höfum við villumeðhöndlun með try catch og exceptions í JavaScript, hvort sem að það þegar við köllum í einhver ákveðin föll eða þegar við ætlum að nota async await í asynchronous forritun. Við höfum ýmsar leiðir til þess að skilgreina, ekkert ýmsar leiðir, við höfum tvær leiðir til þess að skilgreina einingar í JavaScript. Það og einingar þetta hugtak að safna saman einhverju virkni á einu stað eins og nota class og objects í Java. En þetta getur innihaldið bæði föll og breytur og við skilgreinum síðan eitthvað API ofan á þessar einingar til þess að reyna að veita aðgang að þessari virkni. Og við höfum leikið okkur svolítið fram og tilbaka með það hvernig við gerum þetta í verkefnum haustsins. En einingarnar eru annarkvort skilgreindar sem nafnlaus föll í ECMAScript 5 og áður en við fengum síðan ECMAScript 6 módulinn. En þau eru ekki studd í grunninn í öllum umhverfum en ef við notum eitthvað eins og Rollup og Babel þá getum við fengi stuðning fyrir það og skipt þannig upp kóðanum okkar. En annars þá notum við eitthvað í það sem við erum að nota eitthvað svona iffy sem þessi nafnlausu föll sem kallað strax í immediately invoked function expressions, sjálfkeyrandi nafnlaus föll. Og þannig getum við haldið kóðanum okkar án þess að hann sé út allt í global skópinu. Og þetta í raun þetta module pattern sem að notar þessi iffies og closures til þess að búa til þessa lokun utan forritið okkar og þannig við séum bara með vel skilgreindi API og allt annað sé innan einingarinnar og ekki eitthvað sem þeir sem kalla einingun okkar þurfa að vita af.
síðan er asynchronous forritun eða ósamstillt forritun þegar við erum að gera einhverja hluti sem að taka meiri tíma, sem gerast ekki bara í minni tölunar, heldur þarf að sækja eitthvað á disk eða sækja eitthvað yfir net og þá þurfum við að bíða eftir því að þetta gerist og þetta er sérstaklega í JavaScript þar sem JavaScript keyrir bara í einum þræði og hefur ekki stuðning leifur okkur ekki að nota þræði og þá er JavaScript með þetta sem kallast event loop sem að leifur okkur að skilgreina þessa eventa sem eru settir á þennan event loop og þeir sjáum að keyrast á þeim tímum sem að kemur eitthvað svar tilbaka. Við fyrir nánar í það í Webflow 2 ekkert sem við þurfum að fara nánar í núna en leiðir til þess að vinna með þennan asynchronous kóða eru 3 sem við höfum séð. Fyrsta er að nota callbacks sem er þá í raun að segja hér er eitthvað fall sem á að kalla í þegar það er búið að keyra þessa virkni og callbackið tekur þá í raun niðurstöðuna eða villuna ef hún kom upp og við gerum eitthvað við það. Síðan getum við notað promise sem er í raun hjúpun á þetta gildi sem að mun verða til og þá er það í raun þessi hjúpun er bara gildið og það mun þá annarkvort vera uppfyllt þegar við erum að vinna með það eða ekki. En þegar það verður uppfyllt þá er er kallað í fallið í sem er þá then og ef það kemur upp villa þá er kallað í cuts sem að þýðir þá að við getum skipt upp, við getum haft mismunandi virkni eða mismunandi meðhöndlun á því sem gerist þegar að við fáum bara eðlilega keyrslu og það sem gerist þegar við fáum villu tilbaka. En þetta er samt þó að þetta sé betra en callbacks þá hefur þetta líka svona ýmsa ókosti og þá sérlega kannski að þetta verður svona kóðun okkar verður svolítið mikið hann fyrir að dragast til hliðar, við getum farið í þetta callback hell, við getum líka verið með mjög mörg then á promisunum okkar og þá getum við í raun notað async og await sem er þá svona syntactic sugar ofan á promises sem leyfur okkur að vinna með asynchronous kóða meir eins og við séum að vinna í línulegu flæði. Þannig að við segjum bara á einhverjum ákveðnum tímapunkti, hér þarf að sækja eitthvað með fetch yfir HTTP og við bíðum eftir því og þegar því er lokið þá er hann höldum áfram keyrslu á forritunum þaðan í frá en á meðan getur JavaScript túlkurinn verið að gera eitthvað annað á meðan. Og þar notum við try catch til þess að grípa villur og þetta er afskaplega þægileg leið til þess að vinna með asynchronous forritun. Síðan höfum við HTML og JavaScript og við höfum í raun eins og í CSS 3 leiðir til þess að tengja það en það sem er æskilegt fyrir okkur alltaf að vera að nota bara sérstakt JavaScript skjal sem inniheldur alla virkninu okkar og tengist þar við HTML okkar og gera það sem gera þarf. Síðan þegar við erum að teikna síðu, eða þegar ekki við, heldur vafrinn er að teikna síðu, þá er tiltölulega flókið ferli sem fer í gang og það skiptir máli hvar JavaScript okkar er og hvar það er sótt og í hvaða röð og hvernig það er síðan sett upp, hvort það keyri í raun þegar dommið er búið að keyra eða hvort það keyri strax og það getur valdið villum eða virkni sem er ekki eitthvað sem við ætlumst til. En síðan þegar við ætlum að fara að tengja saman JavaScript okkar við vefinn okkar þá gerum við það í gegnum dommið eða Document Object Model sem er almennt API sem er hlutlaust á plattform og mál en skilgreinir aðferðir og gildi sem leyfa okkur að vinna með þessi tré og er staðlað af W3C. Við nálgumst þetta í gegnum window sem er keyrslumhverfi JavaScript í vöfrum og þar höfum við document og þannig getum við nálgast DOM-tréð og tréð, þetta er í raun tréstruktúr, gagnastruktúr þar sem við höfum rót og síðan út frá því kemur tréð okkar og við getum leitað í þessu tré og við getum athugað hvernig hver nóða er, hvort hún sé elementnóða eða textnóða eða hvað sem er eða ekki hvað sem er, eftir þessum velskilgreindu eigendum sem eru í DOM-stælinum. Síðan getum við leitað með query selector og query selector all en query selector leitar eftir CSS selector af fyrsta elementi sem passar á dýptina, þannig að það er ekki á breiddina, svo depth first versus breadth first leit. Þannig að við getum notað þá CSS
syntax til þess að sækja selector syntaxin til þess að sækja eða finna element sem er afskaplega þægilegt og passar mjög vel við svona þetta módel sem við búum til af því hvernig við vinnum með, þannig að þetta tengist allt svona á einhvern hátt, CSS-ið, HTML og JavaScript. Síðan höfum við query selector all sem skilar okkur þá í raun öllum elementum sem passa við selector queryið okkar. Og þessar tvær leiðir eru það sem er æskilegast að nota þegar við erum að vinna með JavaScript og DOM-ið, en þar eru þó fleiri sem við getum notað. Síðan þegar við erum búin að finna einhvern ákveðið hlut í trénu, þá getum við gert breytingar, hvort sem það er í raun að fjarlægja, breyta efni eða bæta við einhverju nýju, og þá höfum við í raun alls konar föll sem að leyfa okkur að gera það. Þau eru mörg hver svolítið stór og mikil svona, svolítið svona verbose, svolítið svona leiðilegt að vinna með þetta, þannig að það er til alls konar svona hjálparföll og hjálpar framework sem gera þessar breytingar á DOM-inu, hvort sem það er eitthvað lítið sem við gerum sjálf eða alveg upp í að vera bara eitthvað svona full blown pakka sem við sækjum eins og React eða Angular. En við getum búið til element, við getum sett attribute, við getum átt við class list sem er þá leið til að eiga við class, og það er svona æskilegasta leiðin til að tengja saman JavaScript og CSS að skilgreina útlitið að öllu leyti í CSS og nota síðan class list til þess að setja og fjarlægja eða kveikja og slökkva á class attributum á elementunum okkar. Já, síðan þegar við erum að fara að skrifa svona stærri forrit sem að bregðast við því sem að notandinn er að gera, hvort sem það er að skrifa eitthvað inn í form eða klikka á okkur að taka eða hreyfa með lyklaborðinu og íta á enter eða eitthvað, þá þurfum við að skrá okkur fyrir því að við viljum bregðast við einhver ákveðnu. Og það gerum við með því að nota atburði eða events í JavaScript sem eru þá ósamstilltir atburðir. Þeir gerast á einhverjum tímapunkti, en áður en þeir gerast þá erum við búin að segja að við viljum taka þátt í þeim. Og það gerum við með því að skrá okkur með add event listener, og ef við viljum ekki lengur skrá okkur þá getum við notað remove event listener, og þessir atburðir þeir gerast á einhverjum tímapunkti og þeir fara bubla upp tréð, DOM-tréð, og á hverjum tímapunkti þar sem einhver hefur sagst vilja taka þátt í þeim, þá fyrsti sem skráði sig fyrstur til þess að bregðast við þeim, og þannig fer þetta upp tréð. Við fáum síðan ýmsar upplýsingar atburðin sem á sér stað, til dæmis á hvaða element var nákvæmlega smelt, hvað er sourceið, á hvaða lykil var slegið á lyklaborðinu, hvað er og svo framvegis. Já, þeir fljóta upp. Við getum notað stop propagation til að stoppa þessa bublun eða þetta propagation upp tréð. Síðan eru sjálfgefin hegðun, þannig að til dæmis ef við viljum bregðast við því að það sé eitthvað form sé submittað og við viljum ekki að það submitti með get eða post sjálfkrafa, þá getum við sagt því að nota prevent default til þess að stoppa það á event hlutin, og þá getum við brugðist sjálf við og gert hvað sem það er. Og við getum nálgast gögnin í formi, sendu síðan með Ajax eða fetch yfir HTTP í staðinn fyrir að þurfa að endurhlaða allir síðan okkar. Afsakið. Og síðan höfum við séð dæmi það hvernig við notum form element til þess að taka við inntaki frá notendum í gegnum input og textareyja. Villumeðhöndlun á JavaScript er ólík HTML og CSS að því leyti að JavaScript er mun svona meira fragile, það er svona mun brothættara, þannig að ef það kemur upp eitthvað villa þá er mjög líklegt að sú villa hafi áhrif á allt og brjóti bara JavaScript virknina yfir höfuð, á meðan HTML og CSS er mun meira svona lenient, að leyfir okkur að skrifa vittlisur í HTML elementunum okkar, í attributunum, CSS eigendunum eða gildunum, og það er ekki nema eitthvað stórvægilegt komið upp á sem við getum gert svona einhverjar villur. En HTML til dæmis reynir alltaf að birta allt sem við sláum inn. Og þá kemur að þessu svona hvernig tengingin á milli progressive enhancement og þetta unobtrusive JavaScript, sem er þetta að láta JavaScriptið okkar
ekki vera eitthvað sem maður verður að keyra. Þannig ef eitthvað kemur upp á og JavaScriptið okkar keyri ekki, að þá endum við ekki bara með einhvern hvítan skjá eða virkni sem er bara ekki til staðar, texta sem er ekki hægt að lesa eða eitthvað svoleiðis. Og það heldur sér þetta áfram þessari hugmyndum það að byggja í lögum á virknin okkar og skilja eftir okkur sem minnst fótspor. Síðan var það HTTP og Feds og Ajax, en HTTP er þetta leiðin til að tala á milli servers og client, eða milli framhend og bakenda, milli browsers og servers, en þá er hann senda eitthvað request og það kemur eitthvað response tilbaka eftir að það er búið að framkvæma það sem beðið var Það eru nokkrar HTTP aðferðir sem við getum notað. Við notum það sem við höfum verið að nota er get og post sem að leyfir okkur þá annarkvort að sækja einhverja síðu sem er bara það sem gerist í hvert skipti sem við erum að biðja eitthvað á vefnum, eða post það sem við erum að segja taktu við einhverju efni frá mér og gerðu eitthvað við það. Og það getur þá verið að búa til nýtt svar við einhverjum umræðaþræði eða senda inn einhver gögn í gagnagrunn. Síðan eru fleiri sem við kynnumst betur í Webfortran 2. Síðan eru ákveðin lýsigögn sem geta farið með í HTTP-köllunum, hvort heldur sem það er frá clientnum til services eða frá servernum síðan tilbaka til clientsins, og þau eru skilgreind í þessum headers eða hausum sem eru þá bara þessi svona key value pairs eða heiti og gildi aðskilið með tvípunkt. Síðan ef eitthvað kemur upp á eða ekki, eða bara allt gekk vel, þá er sendur stöðukóði frá servernum sem er þá 5 mismunandi flokkar af stöðukóðum upp á það hvað gerðist. Vonandi sjáum 200 sem þýðir, eða 200 flokkin sem þýðir allt gekk eftir. Síðan er URL, aftur þess að við fórum yfir áðan, það sem við notum til að staðsetja og skilgreina hvar vefsíður eru. Já, við getum skilgreint í formunum okkar hvort við séum að nota get eða post. Síðan, þegar við fyrir meira hraða núna, þegar við erum að senda gögnin yfir, þá getum við nota JSON sem er í raun þessi almenni gagnastruktúr sem við getum bæði lesið sem manneskjur og er auðvelt fyrir vélar að lesa og byggir á almennum gagnastruktúrum og notar í raun módelið úr JavaScript til þess. Og það er í raun nákvæmlega eins og JavaScript hlutirnir með ekki nákvæmlega eins, það eru munir þarna á, en það er í raun mjög keimlíkt. Síðan höfum við Ajax sem er leið til að senda gögnin á milli og byggir í grunninn, byggði í uppræðanlega á því að nota XML og það er X-ið í Ajax, en er í núna bara þetta almenna hugtak það að sækja asynchronously einhver gögn án þess að hlaða allir síðuna aftur sem við erum að vinna með. Og það gerum við í dag með því að nota fetch-fallið sem að leyfir okkur bæði bara að gera einfalt get-kall með því að senda bara einn slóð í fetch eða senda með options-hlut sem leyfir okkur síðan stýra enn frekar hvað er að gerast, hvaða gögn við erum að senda og svo framvegis. Þetta nota síðan promise, sem þegar við getum þá að nota promise eða async await þegar við erum að nota fetch. Og við fáum tilbaka einhvern response-hlut sem við athugum hvort að sé með í raun status og allt sem hafi gengið eftir. Þá getum við nota bara einfaldast response.og sem er annarkvort true eða false og síðan notum við föllin JSON, text eða blob til þess að fá gögnin úr response-un okkar. Síðan, það sem við vorum bara að skoða í síðustu viku, er fallaforritun sem er þá leið til þess að vinna með flækjustig í forritun með því að nota í raun einföld föll saman til þess að búa til flóknari pælingar og búa til abstraction og það sem við erum að vinna með. Og þar eru 2 hugtök sem er verið að þekkja sem er higher order functions sem er það fall sem tekur annarkvort fall eða skilar falli eða bæði. Síðan eru þetta hrein föll sem er í raun föll sem að munu alltaf skila sama úttaki fyrir sama index og hafa hvorki áhrif á eða taka upplýsingar úr umhverfi sínu, svona global scope yfirleitt, það sem við hugsaum þar. Og síðan þau valda engum aukaverkunum. Þau gera ekki fetch-köll, þau vista ekki í gagnagrunni, þau lesa ekki af disk eða eitt svoleiðis. Síðan höfum við það hvernig JavaScript vinnur með hluti, en það er síðan aftur töluvert ólíkt svona þessum hefðbundnu hlutbundnu forritun, en það er þá aðalega þessi prototýpa og hvernig this er skilgreint öðruvísti. Síðan getum við í raun fengið mismunandi this gildi eftir því hvernig við köllum í það, hvort við köllum í fall, hvort við köllum í fall innan objects, hvort við köllum í fall sem við erum búin að nota bind á eða apply og call, eða köllum í fall sem er búið að kalla binda með event listener og allt þetta í raun gefur okkur mismunandi
upplýsingar í this-skildinu og það getur í raun verið ruglandi ef maður veit ekki hvað er í gangi en það sem er í raun er að það eru mismunandi kontekst sem er mismunandi this-skildi og það er síðan óöðruvísi fyrir arrowföll eða fatt arrowföll að þau endurskilgreina ekki this sem er það sem gerist í ef við skilgreinum þau ekki þannig þetta sem bara svona anonymous föll innan falla en síðan þegar við erum að vinna með hluti í áskrift þá er í raun prototýpan er það sem að gefur okkur öll þessi grunn eigindi og föll eða meþódur á hluti og er í raun skilgreind í svona þessari keðju þar sem að í grunninn höfum við object og síðan er þessi keðja getum við lengt hann eins og við viljum en í grunninn þá fáum við frá object to string leið til að bera saman tvo hluti og þess að og þetta skilgreinir þá í raun hvernig við fáum einhver ákveðin gildi úr eigindum sem við byggjum og þá hvort það sé á hlutnum sjálfum hvort það sé á prototypu keðjunni eða bara ef það er hvergi og þá fáum við þetta undefined tilbaka síðan þá höfum við klasa sem að komi í ECMAScript 6 ES6 sem leyfa okkur að herma eftir því hvernig við skilgreinum objekta í JavaScript með class og extends og öllu þessu en í grunninn eru samt sem áður bara prototypu klassar þannig að það er þessi munur á því hvernig við höfum erðir og prototypur í JavaScript versus Java og já, smiður og nú og klassas já þannig að þetta er yfirferð á ógnarhraða yfir námsefni misserisins ég ætla að fara að fá mér vatnssopa og koma svo aftur eftir 9 mínútur klukkan 16:50 og fara þá yfir í raun lokaprófið og svo í framhaldinu hvernig það verður og síðan verið til staðar ef þið hafið einhverja spurningar núna en aftur ég verð líka til staðar á morgun klukkan 16:30 fram eftir til þess að hjálpa ykkur ef eitthvað er